bara saman hana. Siggi, 4-2 móti FH, hvernig bara líður með þetta? Ekki vel, það var bara ömurlegt að tapa, heimavelli, ömurlegt að fá þessi 4 mörk sem að heila 3 af þeim við bara eiginlega gefa þeim sem bara í klaufagang, algjör óþarfi, því að eiginlega þegar þeir komast inn í leikjum í jafna þá var sem við bara með frábært tök á leiknum og bara betra aðeins á þeim tímapunkti. 2 mörk, ódýr mörk, þú veist, allir þjálfarar segja alltaf að fá þessi ódýr mörk og skora frábær mörk, en já, þetta var alveg klaufagangur og lélegt af okkur. 2-1 í hálfleik, komum inn í seinni hálfleikinn, fannst við koma mjög ferskir inn með öll tök á leiknum og svona stemdi í svona einhvern veginn góðan hálfleik. Gefum þeim alltaf aftur 3-1 og svo bara gefum þeim líka fjórða, þannig að klaufagangur, algjör óþarfi að fá þessi 4 mörk, bara því að mér fannst á heildina við bara gera nokkuð vel, en að bjartsýnn hvað það varðar spilamennskuna, heildarbraginn á liðinu, gjörsamlega óþolandi að fá þessi 4 mörk og finnast allavega 3 af þeim bara gjöf. Hefur áhyggjur, þú veist, ég veit að þú ert að tala um gjafir, en þú veist, hefur áhyggjur af því af hverju þær eru að koma? Já, þú hefur áhyggjur af því þegar það verður að skora 4 mörk á þig. Ég held að við verum ekki klaufagangur um einsta leik. Ég held að það veri svona vonandi one-off svona kjafta. Við erum ekki vanir þessu rugli. Þannig að nei, ég hef ekki áhyggjur af því, en óþolandi að fá sér 4 mörk á heimavelli og við getum ekki boðið upp á það í afstöð. Er þetta staðsendingar, er þetta samskipti, er þetta blanda báði? Fyrsta markið við erum á seinir inn í hjarta á miðunni, þar sem við eigum að bara vinna boltan og við erum bara komnir á staðinn en vinnum ekki, ná við þar einfaldi bolti inn fyrir og mark setna, við erum að sparka upp í svæði sem við vildum, förum ekki upp í skallaboltan, frýr skalli fram, bang, mark, 2-1. Þriðja, Aron Óna ætla að gera betur og fjórða, við töfum boltanum bara beintur fram á teginu okkar í einhverjum fíblagang. Þannig að, þú veist, ég veit ekki, þeir fengu ekkert eitthvað brjálæðislega mikið að færum fyrir utan þetta, þannig að þetta sé one-off. 2 svona, þú veist, sendingar sem fara bara yfir hafsendaparið, er það eitthvað sem þú þarft að skoða? Já, við munum skoða þetta rosalega vel og ég var ekkert sáttur með þá að hafa ekki droppað betur og gert það betur. En eins og áttu að vera búin að stoppa það fyrir þannig að þessi bolti kom ekki hratt bakvið og allt það. Þannig að við munum skoða þetta alveg þauðlega. Er einhver leiti, þú veist, allt í lagi að fá eitthvað svona raunveruleika tjekk fyrir fyrstu umferð? Já, ég fer alveg brattur eftir þennan leik, það er alveg klárt. Og þú veist, það er alveg hægt að horfa á það, en ég nenni ekki að vera samt alltaf eitthvað neðan svona, bara flott að fá þessi 4 mörk, það er aldrei flott, það fá ekki óþolandi og ég held að það verði allir mjög pirraðir eftir þennan leik og í kjölfarið með þessi atriði, en hins vegar verðum við að horfa á burtu hliðina því við spilum heildina bara nokkuð vel, ég fannst við bara góður á mörgu leyti í leiknum með yfirhöndina lengi vel. Þannig að það er gott, þannig að við mætum bara jákvæðir inn í þetta. Ekkert stress fyrir fyrstu umferð? Nei. Hvernig líst þér á þetta að segja bara að fara að byrja? Geðveikt, bara geggjað. Mér finnst það á góðum stað líka. Mér finnst það á góðum stað líkalega fyrir utan kannski 2, 3 og 4 sem eru að koma svona eftir smá meiðsl. Þannig að ég held að heildarstandið á liðinu sé mjög gott, að kraftur í okkur. Fannst við reyndar svona seinnipartinn hérna í seinni hálfleik svona. Ég held að það hafi verið svona hugarfarslega sem ég vantaði miklu meira hjarta í okkur og græddu í að koma og berast tilbaka. Mér fannst þér svona vera litlu þar, en ég held að séum í bara mjög mikið tilbúinir í móti. Að tanga eitthvað tæpur? Já, það var eitthvað smá í vikunni, en hann verður klár. Takk fyrir þetta, Siggi. Takk.